Start streaming. Já. Fíla hvernig þú búin að stilla kúlbetthúinni upp. Já, ekki. Jú. Þetta er allir vinnsluð maður. Já, kæri Barta unnandi, það er 5. lótan sem heilsaði okkur á fallegum mánudegi. Það er vissulega komið seinna sumar. Menn voru að halda í sér að reyna að vera ekki pissfullinir í bæ áður en það fór í tökur. Koma svo inn og segja, hefði það ekki bara við stemninga? Já, ég prófaði kannski næst. Kannski næst, en það hefði, ég gútur það sko, það hefði örugglega verið stemning. Það ekki. Jó. Hvernig væri bara podcast á Austurvelli og bara bjór frá Englis og eitthvað. Já. Og bara fólk dettur inn í spjalla og eitthvað. Já, ég til í eitthvað svoleiðis, svo lengi sem þessi Barta tengt. Já. Kannski fá bara einhverja gæja til að berjast. Já. Bara eitthvað svona hóbókslag. Já, eins og ertu ekki að fylgja Krogman á Instagram? Nei. Þetta er einhver gæði sem er bara fighting his followers. Jú, já. Day one of fighting my followers until I get knocked the fuck out. Svo var hann bara knocked the fuck out á fyrsta degi, sko. Og látum við þetta og haldið svo áfram. En hann er búin að gera þetta bara ógsloft. Slóst við Andrew Tate og eitthvað. Já. Ég er lúmskaman að þessum gæja, sko. Já, þetta er eitt byggalegasta koncept sem ég Líka foreldrar hans rákana heimann, sko. Hann bara, oh guys, I'm homeless now og eitthvað. En núna er hann bara ferðast allan heiminn, sko. Já, geðveikt. Já. Bara breyta þessum sítrónum í límonaði, sko. Það er það sem ég hef alltaf sagt. Já, einmitt. Herru, það er náttúrulega ágætlega gefandi Fight Night í UFC síðustu helgi og svo þurfum við alltaf, það er uppbytun fyrir UFC 318 Holloway móti Poirier. Já, maður. Svo er Usyk móti Dubois 2 og Return of Manny Pacquiao. Já, shit. Þannig að við sjáum til hvað við komast yfir mikið en Svo var náttúrulega stærsta kvennaboks bardagakvöld allra tíma síðustu helgi líka á föstudeginum, streymt á Netflix, ekki fyrir eitthvað að hrista hausinu. Þetta var svona indverst svona. Já, þetta voru bara þú veist, það voru bara kvennabardagagar, það voru 17 titlar í húfið þetta kvöld og bara fekk eitthvað met áhorf, sko. Já, streymt á Netflix. Já, það var vel gert. Ég endar, horfðu ekki á það? Nei. Horfðu þú á það? Já. Kjaft. Ég horfði á það. Kjaft. Já, ég horfði á main eventi, ég horfði ekki á allt kvöldið, sko. Nei. Ég horfði á main eventið. Það var svona smá lackluster bardagi út af því að, sko, ég horfði á síðasta og það var bara crazy fight. Þessi var svona, þú veist, Katie Taylor var óslega góð, hún var svona tæknileg og taktísk og svona hélt sér öryggri og klokkaði stig og vann þetta bara, þú veist, bara flott framist að en maður var alltaf að bíða eftir að þetta yrði jafn skemmtilegt og fyrir bardaginn og þannig að maður var fyrir smá vonbrigðum að hafa vaka eftir þessu, sko. Já, ég var búin að heyra eitthvað af því, sko. Að það hefði verið svona, einmitt, ekki alveg deliverað kannski. Nei, einmitt. En það er bara út á síðasti bardagi var svo crazy, sko. Já. Veist, þetta var bara masterclass performance þannig á Katie Taylor, sko. Einmitt. Herru, ég ætla aðeins að sjá hvað það útsendingin sé góð. Já. Þannig að Voru að fá einhver komment, eða? Nei, nefnilega ekki. Nei. Þetta hljómar vel, maður. Þetta er mjög ógeðslega vel. Er þetta þú sem hljómar svona vel? Já. Er þetta þú? Herja, þetta er bara skýtljómar. Við hefum fengið komment að við vorum með vitlausa mækja á eitthvað. En það er alltaf réttri leið hjá okkur. Veggurinn er loksins kominn í lag. Já. Hvað erum við búin að vera lengi í þessu húsnæði? Hálft ára eða eitthvað? Já. Þetta er sko, við fengum minn mann sem átti að vera svona sérhæfður iðnaðarmaður. Hann sjá lögfræðivinnu og iðnaðarstörf. Já, þetta tók hann einhvern tíma, sko. Þangur til að já. Fengum bara hundakvíslara og kryptosérfræðing í málið. Já. Fengum allan hundakvíslara til að halda við plötuna. Já, herru, þetta er ekki byggering þáttur, þetta er vissulega stemningsþáttur mikill. Ég vindur á mér í Monster. Skandall. Það er skandall. Herru, UFC fætnandi. Gerum aðeins upp UFC fætnandið, Lewis á móti Teixeira. Var þetta ekki bara allt of snemmt fyrir Lewis? Nei, fyrir Talisson Teixeira að mæta Derek Lewis. Jú, kannski. Þetta var hvað, þriði? Nei, annar. Þetta var annar bara. Þetta var annar, já. Já, jú. Alltaf ekki. Það er allan að, þú veist, Derek Lewis er ekkert lamb að leika sig við, sko. Hann er ennþá rótamenn, hægri vinstri og jú, þetta var alltaf snemmt. Og hér kemur hann tilbaka. Ég myndi halda samtalinu áfram bara. Ég verð að hafa einhvern til að tala við, sko. Já, þetta er ekki svona bullari. Nei,
Æ, skilji, þetta var hérna það var alltaf mikið, en þú veist líka bara, hálfgerð bellibrögð hjá Derek Lewis, hann svona þykist að fengja augnpott. Nei, hann er kýldur í auga og finnur fyrir því, sko. Já, en þú veist, Ég held að hann sé ekkert að feika neitt, sko. Hann segir það eftir barðan, Aha. Já, ok. Hann hafi verið svona, hann þykist að fengja eitthvað auga og eitthvað. Já, ok. Þannig að Texera svona, hann svona opna sem meira, verður eitthvað graður, er svona looking for the finish. En það er náttúrulega, það er bara klókindi, sko, það er ekki bellibröð. Það er bara smarts. Já. Hver var það eftir sem þóttist fá livershot og bara, og svo bara hamma overhand. Það var einhver, ég man ekki hver það var. Ég man ekki hver það var, það var trending á Instagram. Já. Mér bara fyndið að maður sem er 28-12, eða var 28-12, komið inn bara það, á móti Gaur sem er 8-1. Þannig að við ákveð bara, ég ætla að beita svona klókindum. Ég er illa særður maður, call an ambulance, but not for me. Eða þetta bara hafa farið í ykkur svona átt, sko, ég var hissa, en ég meina, hann er svona mikið hann er ekki dáin ykkur tímakaupi, sko. Þannig að ef þetta virkar, þetta eru 35 sekundur. Já, ég meina, hann hefur engan áhuga að vera þarna lengi, sko. Nei. Og hann mitt búin að segja, sko, bara ég nenni ekki að taka 5 lótur eitthvað, svo er hann alltaf að meina venda einhver kvört, sko. Já, hann er úslega vinsæll. Já. Derek Lewis. Maður svona, en hvað er þess að máli með það? Af hverju er UFC að setja Gaur sem er að fara í annan UFC-barðan sín móti Derek Lewis? Hvað voru þeir að óskast eftir? Ég held bara, þú veist, það er svo lítið af sexy valmöguleikum í heavyweight að, þú veist, hér er einhver spennandi nýr gæi, þú veist, Texera og þau bara svona, þú veist, er að drífa sig að gera eitthvað stórt fyrir hann. En það er klálega verið betra að vera hana aðeins að, þú veist, klifra upp stigan en ekki bara taka liftin upp á efstæði, sko. Nei, þú veist, þeir ekki hægt að láta hann fá svo margir. Það er svo mikið af pulsum að það sem að vera hægt að leiða honum að taka, þú veist, taka núna bara 2025 bara í að grilla nokkra pulsur, sko. Já, hann hefði ekki orðið bara eitthvað svona talsmaður fyrir SS og bara hangið bara á grillunu. Já. Bara til bara sumar, til til veturs, bara yfir jól. Já. Bara tekið ykkur pulsur, fengið smá resume, fengið smá reynslu og farið svo á móti Derek Lewis. Bara, þú veist, Derek Lewis sem bara nánast bara one punch knockoutaði Volkov á sínum tíma og bara tapa one punch knockout hann út bara og þá, veist, sem er svona að mínum að svona mjög stór sigur á hans ferli bara Texera er bara ekkert nefnst hann hefur ekki verið kýldur svona fast. Nei. Hefur ekki þessu klókindi, hefur ekki þessu reynslu, veist, ég bara skildi og Lewis kemur inn sem bara svakalur underdog. Ég hamraði stöðurinn Lewis mjög vel bara, þú veist 30 skallið eða gáða. Já, vel gert. Ég var bara að gegja það en og þetta var bara easiest money ever won, sko. Ég setti Derek Lewis finish í fyrstu lóti. Já. Setti 25 eurur og það borgaði ágætlega. Já, það er virkilega vel gert. Greið stakkan hér kúlbett. Þeir eru að fara á hausinn. Við erum að draga það á hausinn. Nema ég hefði mikla trú á Austin Lane. Já. Ok, ég hefði ekki segið að ég hefði mikla trú á honum, en ég var bara svona. Það er ekki trú á Petrino. Ég hefði ekki trú. Leit Petrino vel út, maður bara, þú veist, komin í heavyweight og maður hélt svona kannski, þú veist, kannski verður hann svona aðeins meiri svona chubby, en hann var bara fucking jack. Hann var fucking jack. Hann var bara, þú veist, hann var eins og nöyt, þegar við séum svona bandarísk nöyt á styrum. Hann var bara þannig, þú veist, hann var bara fucking svakalegur, sko. Já. Þannig, já, það voru gaman að fylgjast með honum í hefðið. Hann var jack, maður. Heldur hann að sé á dælunni? Já, það lítur að vera. Ég meina, sko, menn verður ekkert svona. Nei, hann með vöðva ást bara fáránlegum stöðum, sko. Mér brá eiginlega bara, þú veist, þegar hann var að lappa inn og klæddi svo bólnum og það var DAMN! Ekkert eðlilega mikið monster. Mér var líka bara Austin Lane sem er svona fyrrvændi ruðningsbollagæi og bara svona eðlilegur einhvern veginn. Og mér veist Austin Lane vera eiginlega svona vinnan í svona tæknilegu sparkboxi, sko. Bara með svona hreyfa sér betur. En svo þegar hann var komin í gólfið, ekki það að Petrino hafi verið einhver anakonda í gólfinu, það var þetta svona frekar styrt allt saman einhvern veginn. En bara flott. Já, ég sá þú bettaðir á Austin Lane og ég eitthvað svona, já, þetta er geggjað maður og ég,
ákvað að henda Austin Lane sko finnis í þriðurlóti ég hugsaði svona ef að Petrino þú veist, gerir einhver mistök þú veist, þá gæti Austin Lane stólið þessu Já, ég hugsaði með sko að því Vito Petrino hefur hann hefur gert mistök Guillotina eins og með, já, það er Anthony Smith Guillotina einmitt sem þetta var bara kjánalegust mistök sem ég séð og ég bara, þú veist, það væri svo típist hann að gera bara eitthvað ógeðslega klaufaleg mistök og en sem að mér finnst ennþá vera hann sko, mér finnst hann ekki vera high level fighter hann er bara ógeðslega djúsaður og er núna heavyweight Já, það verður gaman að sjá hvernig hann svona næra festi sig í sessi þannig í heavyweight sko það er því að þú veist, það er ekkert það mikið í gangi þannig í heavyweight, þú veist, það er styttri leið á toppinn, held ég þannig að þú veist, geti verið farin að berjast við mjög góða gauðra bara þessu í næsta fight sko Já, kannski færi hann bara hérna Talisman Texera? Já, Talisman Texera í næsta fight Já, ég myndi það getur verið bara mjög skemmtilega fight Já, akkur ekki Ég hugsa að Talisman Texera myndi buffa Já, geta Ég held að þú eru meira en bara styrk af því að þú veist, Texera er þannig að séð bara góður kickboxer sko, hann er mjög góður boxari en, já þannig var hann það en Derek Lewis, hvað er að gera með hann, þú veist, heldur að hann þú veist, hann fekk símtal frá forsetanum er hann á leiðinni á þetta hvítahúskart Já, meinar Já Meina, ef þú bara með President of the United States of America sem er fárað að segja, skilur bara í símanum beint eftir bardagan eða ertu bara eitthvað svona, hei, ekki getur nokkuð hérna fellt niður nokkuð sakamáli um þér En já, það er spurning hvað, hérna að þú veist bara hver er að fara að berjast hann í hvítahúsinu þú veist, ég var ekki alveg búin að skota nógu vel en mér fannst eins og var að tala um bara a fight, þú veist, er þetta ekki heilt kart, er þetta bara Jú, þetta er alltaf meira en einn bardagi en þú veist, það var þarna fyrsta fréttin sem ég las, það var bara eitthvað þú veist, Trump ætlar að halda UFC bardaga en ekki eitthvað UFC bardaga kvöld, þú veist, heldur að taka alveg bara heilt, bara 15 bardaga kart, prelim og early prelim og pay-per-view og þú veist, verður þetta bara númeraður event í hvítahúsinu, eða þú veist Já, potið Er þetta ekki bara eitthvað svona einn góðgerar bardagi eitthvað? Nei, þetta er alltaf sko 250 ára afmæli þjóðarinnar sem endar akkur þarna 4th of July á laugadegi Já, too good man Þetta er bara alla stjörnunar eru bara aligned og þeir eru ekkert eitthvað svona, herru, við ætlum einn barndaginn eitthvað, woohoo en það verður bara stemning bara allt í Bandaríkjunum sko. Ég veist að ég kaupi mig bara meða til Bandaríkjuna núna því ég ætla bara að vera í Bandaríkjunum Hérna, ég er með sko meina ventið fyrir það Já Hérna, og var svona að heyra John Jones bara fór aftur inn í testing pool nýbúnur að retæra fréttir að hvítahúsinu hann bara vata, hérna, hann tjekkið á mér ég ætla að vera ready John Jones búin Derek Lewis Já Gæti verið leiðilegast bara í heimi já eða bara Derek Lewis fucking rotar John Jones bara ok, that's the greatest of all time við sko að vera klikkað ef Derek Lewis myndi rota John Jones fyrir framan hvítahúsið bara taka gaurinn sem átt að vera bara greatest of all time og bara rota hann þetta er geðveitt til í það sko en sem er svona vesenskilu að því að hann búið tilkynna Aspinall sem heavyweight, en það þurfti ekki að vera tilbarðagi sko Nei, einmitt gæti bara verið þeir tveir berjast og Aspinall er bara eitthvað svona ok, whatever bara, einmitt við tengið beltið mitt þú veist, þeir gera bara eitthvað svona BMF dæmið eða eitthvað já, alltaf ekki en ég er búin að heyra einn orðurum sko að sé vera að fá Andrew Tate til að berjast um Jamal Hill í hvítahúsinu Andrew Tate? Já Eru þeir Andrew Andrew Tate er kickboxari sko Já, ég þekki alveg mannin skilur og hann er líka meldólgur og eitthvað þú veist, hann er ímislegt hann er ímislegt þessi maður en er hann light heavyweight? Hann er stór sko ég held að ég hugsa hann hafi ekki verið að keppa í light heavyweight en hann var að keppa en ég held að hann sé alveg frekar stór og massaður í dag sko En af hverju myndir þú para saman Andrew Tate og Jamal Hill? Þú veist, don't shoot the messenger maður, ég sá þetta bara á Instagram Það er eina sem ég ger í lífinu ég er ekki að skjóta sendibóðan sko, ég er bara svona velta fyrir mér af hverju
af hverju ef þessi saga farið á flakk voru þeir eitthvað bræðið saman grátt silfur eða? Nei, ég bara hef ekki hugmynd sko. Bara Andrew Tate eitthvað Larger Than Life og Donald Trump fílar hann Shit, já Pældi ef að Donald Trump myndi eitthvað Já, heldur hann sé að matchmaka Já, það var þetta geðvægt að Donald Trump var að matchmaka sko. En nei, ég myndi ekki vilja fá eitthvað Andrew Tate eitthvað fyrir saman hvítahúsið. Fyrir mér þetta líka sérstætt kart sko. Ég vil bara hafa þetta straight up bara klikkað sko. Ég ætla að fara til Bandaríkjanna og vera þarna í Bandaríkjunum 4. júlí 4th of July Þetta var geðvægt En sko en svo líka vera orðrum að sko Michael Chandler mútið Conor McGregor og sjálfsögðu það var sem að sjá tippamyndunar frá Conor sem kom í dag Nei, auðvitað þú búin að sjá þær Já, sjálfsögðu Nei, hann sendi einhverju tónlistakonu myndir af sér nögtum og hún bara eins og maður gerir Já, sko, ef þetta voru eitthvað svona gamalt trikk og enginn að segja mér það þá er ég til að fá memóið núna en það er einhver ástæð okkur menn halda áfram að gera það Já, þetta hlýtur að virka ég sé að prófa það report back Ég kan gera það, ég sé prófa 10 sinnum svo gef ég bara stört sinn Ég verð allan að þána ef ég fæ einhverja svona myndir sko. Já, ég verð himinlífandi bara himinlífandi Elska að dick pics Já, nákvæmlega, nei, þetta er bara geða gaman sko. En ég hugsa sko að það vanti eitthvað svona fegurð í þessi dick pics en ég var eitthvað svona skoðið aðeins frá Conor í dag af því að Conor tók bara mynd beint úr speiklunum alveg full frontal nudity með svona kannski flakkaði í svona 80% stöng og senda á einhverja tónlistakonu og þessi tónlistakonu bara setta beint á Twitter og bara hér er Conor þannig að hann er allavega making headlines af því sko allavega voru orður það að Michael Chandler og Conor verði þarna sem var cool mér veist að Kevin Holland ætti að vera á þessu karti bara þegar Kevin Holland gera allt betra og já þetta þurfti að vera eitthvað svona á þetta ekki vera eitthvað svona all-American stemning Já, kannski, ég veit það ekki Keila Harrelson verða það líklega Er hún frá Bandaríkjunum eða Kanada? Bandaríkjunum, held ég Já, hún er eini bandaríski champion Já, það er bandarísku champion Ég sagði þér alveg daginn sko og svo fætti ég bara Keila Harrelson Já, ég er bara líka, ég sá fullt eitthvað á netinu eitthvað, nú er engin amerískur champion í fyrst skipti þannig að nei, hún er, ég held ég myndi vita að ef hún væri kanadísk, það getur ekki verið eða frá Mexiko Nei, hún er bandarísk Hún er born in Middleton, Ohio, United States Það er ekki bandaríska heldur Middleton, Ohio Já, geðvægt Herru, við uppum okkur aðeins yfir þetta kart sko. Smá dítúr Já, smá dítúr Gabriel Bonfim split decision á móti Stephen Wonderboy Thompson Já, ég steinsopnaði yfir þessu en það sem ég svona the glimpses sem að ég man eftir þá fannst mér eiginlega bara Stephen Thompson að standa sig frekar vel sko. Mér fannst bara að vinna hann bara það það ekki Ég eiginlega bara áhörnum voru brjálaðir sko. En mér fannst bara mér fannst bara að lenda betur lenda fastar líklegri til að bara gera allt skilur hættan kom einhvern frá honum mesti skaðin sem að Bonfim olli var þegar hann tjekkaði eitthvað leggkick Já, og fekk sprunguna bara smeka skurður á sköflungin maður það var svakalegt það var svakalegt sko en það var eina einhvern veginn sem hann lendi líklega einhverju skilur en bara svona það var ekkert skilur, það var ekki neitt Þannig, myndur kalla þetta rán Það er rángur dómur kannski Rángur dómur Rán, nei Rángur dómur Ég vil ekki segja rán bara eins og bara ekkert gerast í lífinu það sé bara rán sko en rángur dómur for sure sko svo er ég eitthvað komin á svona stað í lífinu sem ég get ekki lengur að opna sko skórkvæðir á netinu Já, ég lendi vandræða með þetta ég var að opna þetta á hann sko Já Mér langar að fara yfir þetta því að dómarnir voru nefnilega ekki sammála en það voru eitulega dómarnir frægu sem að eiginlega gerði þetta vitlaust Já, Salty móti Chris Lee Já, Chris Lee hafi verið þarna með krumlutan í þessu
Stroking the furry wall Já, það er það sem hann hefði átt að vera að gera En sko, ég var alveg bara að hissa á Goblin Bonfim sko. Ég veit ekki, ég bara mér finnst hann ekki góður og sá eiginlega bara fyrir mér þarna að hann væri aldrei að fara að vera eitthvað svona top prospect Nei, maður hélt það sko Já, en alltaf hann tapaði hann á móti Niklas Dalby þá var maður svona já, þú veist, það að vera einhver top guy þá þarf nú að komast í Dalby sko já En það er svona gaur sem að ber niður alla svona B mínus-gaurina sko Einmitt Já, en já, maður svona hann er takmarkaður sko Já, mjög svo Ætli Ismael Bonfim, maður rugglaði sem bræðum alltaf saman mér finnst alltaf sami maðurinn fyrir mér einhvern veginn sko Já, en ætli Ismael Bonfim sé svona meira talentið já það er bara spurning sko Ég myndi ekki þóra já, segja til það svo sem En þetta er svona alveg spennandi görar, Bonfim bræðinir getur nú alveg gert eitthvað meira Þú veist, það er alveg gaman að sjá þá sko En þú veist, þetta verður en fyrir mér, eins og eftir þennan fæt þá er maður svolítið svona, já, þetta verður svona gaurar sem að kremja B-dósirnar svona B-dósir Þetta er aldrei að fara að vera eitthvað, þú veist ekki champion kannski Nei. en náttúrulega Gabriel Bonfim er samt ekki nema 27 ára ég meina eftir nokkur ár þú veist Já, aldrei að vita sko svo sem ekki bara 27 ára, þú veist, þú ætti samt að vera að taka sko elsta bardamann UFC sem ég held að sko Stephen Thompson sé elstur í UFC já, staðfest þú ættir að vera að taka hann, þú veist já, hann er 42 ára Já, þú veist, þetta ætti að vera sigur sem ætti að vera bara og þetta er ekki að vera að taka splitti sér svona eitthvað var líka bara stuðlinn á Thompson 4,5 eða eitthvað í þáttina þeir eru talandi stuðlinn mér fannst ógeðslega fyndið að það var sko 3,6 á Derrick Lewis en Derrick Lewis by KO var 3,55 þannig að þú tapaðir á því að, já, ég veit það mér fannst það mjög skrítið sko, þetta lítur bara að hafa verið einhver villa, eða bara hann er svo mikið bara að fara að vinna bara það með KO að þú veist, að gíska á method of victory bara lækkaði stuðlinn aldrei séð þetta á þau sko það meikar ekki sens Ok, það er úgust að fyndi samt Gekja En minn maður Calvin Kattar drulltapa mútið Steven Garcia Ég hef verið mikinn Calvin Kattar maður en hann var ekkert eðlilega lélur hann var með 5 eða 6 significant strike í fyrstu 2 minútum Já, maður sá þetta líka í síðasta barða hjá honum á móti Yusuf Salal þú veist, Salal var bara gekk og spila dansa ytri hringin og kílan og hann var alltaf einhvern veginn að eldan en committa aldrei í neitt og bara hitti ekki raskat sko og þú veist, ég sá það bara á honum þetta er ekki sami gæi, þú veist, maður var spenntur fyrir honum, hann átti einhverja crazy barða þú veist, fyrir á ferlinum sko þú veist, náttúrulega vann Jeremy Stevens og eitthvað, en núna er hann bara búin að tapa 5 börduðum í röð og manni finnst eins og, þú veist, þetta fighting spirit sé alveg farið úr honum sko þannig að, og að menn Steve Garcia er bara svona algjör hundur sko þannig að ég svona sá þetta svolítið fyrir og eiginlega bara sé smá eftir að hafa ekki bara hent smá summu á Garcia sko og þetta var eiginlega bara 50-50 á stöðlunum sko Já, ég er svona til að samanlæðir einmitt svona en maður svona sá það kannski meira þarna hvað hann var orðinn hægur og ragur og svona það er engin hundur í honum, hann er ekki tilbúin að láta berja sig þetta er ekki gæi, Calvin Kattar er ekki að gefa 1 og taka 1 sko og mótið Steven Garcia sem var bara svona freka mikið, alltaf fengt alltaf að gera eitthvað, láta hann giska og svona og svo bara einhvern veginn svona takmörkuð aðlögunarhæfni hjá Calvin Kattar eins og hotnið hans var alltaf að kalla eftir uppercuts en hjá hann, því að hann dippaði svo mikið Garcia, hann bara uppercutaði hann bara koma engir uppercutar og svona eitthvað, já, ég var mjög hissa ég hugsa að ég myndi bara tippa gegn Calvin Kattar ég hefði átt að gera það sko ég var svo vissum að Steve Garcia myndi taka þetta og þeir voru alveg bara 50-50 á stöðlunum sko þannig maður lærir af því sko já, en ekki það að maður þurfa að tippa á allt sem hreyðist sko Herru, Fight of the Night Morgan Charrier móti Nate Landwehr þetta var alveg á svona Fight of the Night bragur í þessu já, einmitt 1-1 komið inn í 3. lótuna, er það ekki rétt mynd? Jú, algjörlega og svo bara kemur þetta
bilaða finish. Já, og þegar, þú veist, eftir að Charrier connectar þessu fyrsta höggi sem að þú veist, byrjun á endanum þú veist, þá fer hann bara að setja allt í höggin sín og bara, þú veist, það engin staði fyrir Lambert að fela sig hann reynir sitt besta svo endanum bara, búm, connectar hann það er svakarlegu kraftur í Morgan Charrier, sko ég held að Nate Landwehr var að vinna það þangur til að þetta gerir, sko Já, ég er það samanlega, sko ég var bara svona, kannski Charrier ekki jafn góður og við heldum og var svona komin í eitthvað svona þannig eftir hann tapaði þarna Nathaniel Wood í Englandi en ég var svona eitthvað, var komin þangað, sko en líka, veist, en ég held að Nate Landwehr hafi svona pínu svona að tapa fyrir saman sér hann var svo yfir peppar hann var hann að rífa kjaft og eitthvað svona of peppast en þannig er hann bara alltaf en fannst það ekki eins og hann vist haus Jú, er það ekki eftir aðra lótu þá öskrar hann eitthvað á hann, þú veist, þegar þeir eiga að fara að labba í hotnin sín, sko, og það er svona mann finnst oft svona sem menn séu ekki með athygli alveg réttum stað, því að þú veist, þegar bara þenni stöðar hann og þú veist, þú ert að fara í hotnið þá hefur mínútu til að tala við þjálfaraðinn sem að veit betur en þú, eða þú veist, fattur á að geta leiðbeindir og þessi mínúta er mjög, þú veist, mjög mikilvæg og þarna áttu að vera með fókus og það er bara eitthvað, stundum maður sér mennir að öskra yfir eitthvað á hitthotnið þá svona, maður veit að hausinn er ekki alveg rétt skrúðar á en ég held samt að hafa hausinn rétt skrúðan á er bara ekki eitthvað sem að Nate Landwehr er nokkuð tíman með, fattar og ég held að svona, þú veist, hann er svo mikið svona wildcard gæi, sko að ég held að þetta var alls ekkert úr karakter, þannig að, þú veist, hann er bara svona það er svona elskuð hann og það er, hann er bara svona semi-gæi en út af karakternum hans, þá elskar maður hann það er svona tildulega ég hugsaði þetta svona tildulega rétt myndi hjá þau, sko og maður er með svona að því hann er svona outspoken svona típa svona damn it if I ain't beautiful var það ekki hann? Jú en ég segi þetta alltaf sjálf með árin fyrir út ég fara eitthvað út og búin að klæða mig upp bara að horfa mig í spegli kemur þessi lína and damn it if I ain't beautiful en þú veist, en ef maður missar haus þá kannski kemur bara þessi hægri yfirhandar og svo krókarnir og eitthvað en sko, hvað finnst þér sko baktattúið á Morgan Charrier? Geggjað það? Já ég get þetta er einhver api eitthvað, svona risastórt apahaus einhver, svona traditional stíl mér finnst það geggjað, sko sko api með hatt já, mér finnst það mjög cool, sko galopin munnin þetta er sko mikið minn stíl, sko ok, með galopin munnin og búið að lita svona rautt inn í munnin á honum en þú veist, þetta lítur út eins og risastór pjalla, sko nei, mér finnst það ógeðslega cool, maður þetta er bara svona þú sér það alveg traditional tattoo stíl, ógeðslega flott verk, sko mér finnst það geggjað sko, ok, ef þú googla sko Morgan Charrier tattoo og horfir á lögun á tattooinu og hvernig, þú veist, munnurinn á dýrinu opnast og það er bara litað inn í munnunum á hann, sko, ég held að þetta segir bara til hversu dört í huga þú ert með nei, ekki að þú sér myndar okkur apa og þú bara píka nei ertu búin að googla það? Já, ég er að reyna ég er á Instagram ég sé ekki það, jú, hérna er þetta þetta er api með einhvern svona safari hatt ég finnst það geggja og þú horfir á munnina hann og sér píku hvaða píku með tennur er þú búin að vera nei, þú veist, ég bara líka í fjarska, skilu sér það ekki, þú veist, löguna lita samsetninguna mínus tennunda kannski og veiðihárin allar pjöllur er með svona veiðihár jú, það segir það nei, ég er bara minnst að gegja tattoo, sko ég var alveg pælt í bara hvað þetta er nett, sko ég segi hlustundur hérna dæmi bara fyrir sem bara Morgan Charrier back tattoo og þú veist ég bara once you see it you cannot unsee það líka að það, þú veist genið á dýrinu er, þú veist bara poppar öðru sig heldur hatturinn og andlitið, skilur þetta er óþólandi tattoo mér er það gegja já, ok, bara hérna við þurfum bara að vera getum við verið með svona kostningu já, kostningu á getum við bara verið með svona finnst þið þetta líta út eins og píka bara þú, sko þetta píka já, þetta var svona Fight of the Night Morgan Charrier það var hans erfiðasti bardagi til þessa fyrir utan Nathaniel Wood
hann all that? Veit það ekki Vito Petrino mútið Austin Lane, við rættum það aðeins á hann Já. en sko, kannski aðeins aldrei við hérna, Junior Tafa mútið Tuko Tokos Já, ég held að Tafa ætti að fokkin rústa þessum bardaga, sko. Já, hann er nú komin niður í hvað, light heavyweight Já, og lítur ágætt út, sko, hann bara, þú veist, í formi, sko, og Tuko bara tók hann í glímu, Já en Tuko var sann svo þreyttur, sko, hann var bara heppinn að ná að klára það, sko, þú veist, hann var orðinn svo þreyttur þarna í annara lótinu, maður sá hann var bara svo komin, sparkaði ég borðið, hann var komin ofan á í halfgard, og þú veist, hann var bara eitthvað, ok, ég er bara góður hér, það menti ekki að gera neitt við þetta einhvern veginn. Að vera ofan á í halfgard er bara, það er fín slaða. Já, ég veit að hann var bara, ok, ég ætla bara að ná mig tilbaka hérna eitthvað, og þú veist, það var óslega leiðilegu bardagi einhvern veginn að horfa á, sko, og mér veist Tafa bara einhvern veginn algjör klaufi að gleyma hendinni sinni þannig að það sem hann gætt verið andræðingulegar. Maður sá þetta alveg bara svona langt áður en þetta gerðist, það var bara svona gaur, brettaði hendinni, svo bara gerði hann ekkert í því. Hann hefur kannski verið orðin svolítið þreyttur sjálfur, náttúrulega búin að vera að bera þungan á Tukos bara eiginlega allan tíman, sko. En Junior Tafa leit stórhættulegur út þegar hann var standandi þarna í smástund, hvort það var í byrjun annar lótu. Já, hann hleypur honum upp eða ekki, við fara hans niður og Tafa hleypur honum upp sem að virka svona eins og svona gott move. Já, út af því að þú veist Tukos var orðin svo þreyttur þarna, sko, maður sá alveg að hann langaði ekkert samt upp, sko. Nei, en svo bara eru komnir upp og Tukos bara tekur hann niður og fæði dominanti stöðu, af því að bara Tafa getur ekki varist fellivörð, það er bara eins og svona smá bara gustur, bara loka gluggan með því gusturinn gæti, þú veist, fellt hann. Hryggulega lélegt. Hvaða sko til að byrja með, hvað ég var að gera þessar Tafa-bræður og hvaða topp 50 andstæðingur gæti Tukos Tokos mæst næst? Sko, mér er bara drullu sama Tuko Tokos, sko, að þú veist, Hver tapar fyrir Tukos Tokos? Já, en og þú veist, Junior Tafa, þú veist, þessi gaurar er ekki, þú veist, þetta var ekki mjög hátt level. Nei. Og veist, þetta er ekki UFC level. Þetta er ekki UFC level, þetta var bara leiðilegt, fattar þú veist, bara báðir menn bara gasaðar as fuck og þú veist, og er bara einhvern veginn svona, hér er ég í örugri stöðu, ég ætla bara að chilla, eitthvað. Og þú veist, það var bara svona, það vantar allt, það var bara leiðilegur bardagi. Það var eitthvað svona, þú veist, smá spennandi þarna, þú veist, þegar að Tafa á meðan, þú veist, á fótunum og var að hitta einhver högg og eitthvað. En, þú veist, svo er Tafa bara lélegur með umlega take-down defense og aftur verður þetta bara eitthvað svona hnóð, eitthvað hægt hnóð í gólfinu og svo bara einhvern veginn, þú veist, submission sem hefði aldrei átt að, þú veist, þá engin að lendi þessu þarna, sko. Þetta var bara, maður sá þetta alveg fyrir. Já, það var engin flugvöldning. Nei. Nenni ekki að diskutera hann bardaðan eitt mikið meira, en þetta var eitthvað meira dæmið, sko. Chris Curtis segir að ég splitti síðan Max Griffin í ágættum bardaga, Jake Matthews pakkaði saman Gigi Njokuani, mjög skemmtilegt. Hann var big underdog, sko. Já, hann var smá underdog. Já, þú veist, hann var alveg næstu 3 eða eitthvað, ekki? Nei, ég setti penninga á það, hann var bara slett í hann, sko. Lon Murphy kvaddi UFC með, náði næstu að guillotína Eduarda Moura og Walter Walker fekk performance of the night fyrir 3. heel-hooki sinni í röð. Þetta er ótrúlegt. Já, er þetta svona ótrúlegt? Er þetta ekki bara gimmick? Já, þú veist, er ekki gæri eins og Walter Walker og Stefan Fannar, er þetta ekki bara gangandi gimmick? Kanski, ég meina það er ótrúlega hann getur gert það bara við hvern hann fætur öðrum, sko. Já. Líka bara einhvern veginn, þú veist, hann er bara keyrir hann einhvern veginn búri nær svona bakinu standandi og svo bara einhvern veginn ræðst hann á fótinn á honum. Þú veist, þetta var ekki eitthvað svona grappling exchange sem hann leiddi til þess, hann bara einhvern veginn hoppar á fótinn á honum. Það var mjög skrýðið. Já, hann er eiginlega svona man ekki ráklega hvernig að gera þetta, hann svo hótar eiginlega bara að taka niður en í staðan fyrir að taka bara mittistaka sem hann gerir vanlega, þá fer hann, þú veist. Hann er komið baki á hann og með bodylockin standandi yfir búrið og hann fer bara niður, þú veist, hann bara skýst niður á löppina og mjög skrýtið, ég hef aldrei séð neitt bara einhvern veginn. En mér finnst svona eins og Njoku ætti nú kannski alveg að kunna
að losa sig svona. Ég held að sé sko að þú ert alveg svona þéttur upp í búrið líka sko það þetta kannski, ég held að það sé bara svona hálf vandrarlegir eitthvað með eitthvað svona hlussugæja sem eitthvað búin að spynna þér upp í búrið þú eitthvað finnur ekki snær ekki að fóta þig út sko maður sé líka oft að menn fara að grípa svona þá fara þær að rúlla alveg svona fram og tilbaka eitthvað svona, þú veist þannig að það var engin búrið komið veg fyrir að var hægt að rúlla sér með þessu einhvern veginn til að komast út úr þessu en já, þú veist, hann virka bara eins og hann sem er bara einhvern svona eitthvað svindltrykk bara einhvern ásöp í erminni sem hann getur alltaf Já, ég held að hann verði bestaðir með þetta og found out real soon Já, það var sem svo Ryan Hall bara alltaf með að gera þetta allt sem hættu bara eiginlega pori að bara, nei Ryan Hall að Uminari rúla eftir eiginlega pori endist ekkit, eldist svo ógæslega illa sé hvað að fyndi í dag með þér já, Volta Volka, þetta er fyrsta sinn sem einhver fer á eitthvað að þryggja barda hílhúkurönn, sko, sem er alveg magnað, sko, og hann þarf einnig viðbótlega að jafna metið fyrir flesta hílhúks í sögu UFC, það er einn gaur með 4. Það er Ryan Hall eða hver? Nei, hann hét Rúsimar Palhares. Já, hann. Hann einmitt, hann hafði 4 hílhúks einhvern tímann. Já. Volta Volka jafnaði líka metina Jacqueline Amerim fyrir lengstu virku submission sigurhinnu í UFC. Þannig þau eru bæði þannig að koma með 3 submission í röð. Já, og eru það þá virk? Já. Ok, geðvögt. En sko, það sem ég geggjum við það, núna verður maður bara, ok, Volta Volka nú erum við peppaðar að sjá þig, skilju. Já, einmitt. Berjast, af því að ætla að fara að hílúka, eða hann fara að forsa þetta óslega mikið, eða hann bara fara að segja, fuck it, man, ef það gerist ekki, þá gerist ekki. En ég hugsa að gæti orðið hættulegt hjá honum, sko, ef hann reynir að forsa hílhúk submission. Þetta er alveg geggja að hann bara ná þessi 4 skipti. Já. Gefum honum einhvern striker, please. Já, nákvæmlega. Svo opnaði kvöldið með Performance of the Night hjá Fatima Klein sem ég hef aldrei séð berast áður. Nei. Hún var mótið Melissa Martinez en það eru báðar flottar en Fatima Klein er bara með rosalegan ramma miðað við, þú veist veit ekki í strávíktinni eða eitthvað anskutan en allan bara með við þessa í stróveit að hún er rosalega ramma, rosalega bara gott kickbox rosalega svona dominandi presence þannig ég var svona, það var áhugavert að sjá ég misti á þessu bardaga sko en ég sá einhverju klippi, það var svolítið cool hún er einhvern veginn að feinta hægri hendina og kemur svo með vinstra hægkickið þú veist switch kick einhvern veginn það ekki? Jú, þetta var eitthvað, þetta var mjög cool sko ég sá bara hælda þessu Já, það var flotti performance og svona flottu mjög gaman að kynnast henni á þessum tíma, þessu kvöldi en alveg svona one to watch en þetta var þriðji barðan hennar hún tapaði uppnáttúrulega gegn Jasmine Jastovicius fer svo í Contender Series það fyrstlar eitthvað mætir svo Victoria Dudikova sem er bara fín og svo núna Melissa Martinez sem var nú örugglega ekki alveg tilbúin í UFC en stóð sér samt vel þannig að hún er alltaf með 3 barðaði í UFC og er bara mjög fær ég laka til að sjá hana meira af henni þess Nei, hún er bara 25 ára sko þannig að þetta er one to watch bara sætt mann á lista herru, ef að kíkja aðeins á UFC 318 voru með eitthvað fréttir sem vildum diskutera eitthvað það er alveg hellingur frétta sko hvar eigum við að byrja sko áður en við kveðjum UFC frá síðustælgi náttúrulega Derek Lewis sagði viðtalið við Ariel Helwani að UFC væri scripted það er alltaf til handriði og eitthvað og þeir vilja að ég vinni með róttekki fyrstu lóti og svo bara gerist þetta hvað er Lewis bara að djóka eða? Hann er að fucking djóka maður þetta er ekki scripted en þetta er scripted það Sko, ég gæti einhvern veginn trúa því upp á bara, þú veist, íþróttir í Bandaríkjunum, sko, eins og með körfuboltan, sko. Og og ég sá eitthvað vídeo einhvern tímann þar sem að, frá því að Jake Paul var að berjast þarna við Julio César Chávez Jr. Að þá var einhver sem var í stúkunni bara að sína síman sin sem stendur bara frá Google, bara Jake Paul won his fight by unanimous decision bara but the fight's still going on, eitthvað, þú veist, það var bara búið að birta fréttirnar og veist,
Það er alveg eins og það var tilkynnt í fréttunum sko, þegar 9/11 var sko, Building 7 bara, það var tilkynnt bara, já, Building 7 væri farið niður bara meðan hún stóð ennþá uppi í útsendingunni. Þannig að ég held að sé eitthvað svona, það allt leikrit og ég get alveg ímyndað mér að íþróttir í Bandaríkjunum séu alveg mikið leikrit og hvað sem annað, en ég einhvern veginn svona trúi ekki upp á UFC, ekki my UFC sko. En íþróttir í Bandaríkjunum getur vel trúið að fullt af þessu skriptið sko. Já sko, já, ég ekkert hissa sko en sko með Google notar AI til að leita fyrir þig og AI getur, þú veist, trippað og hallucinatað. Þannig ég hef alveg verið að nota AI sem að segja mér einhverju hluti og ég bara, hvernig veistu þetta? Og hún er svona, já, ég veit ekki að því að... Já, ég hef líka lent í þessum maður. Mér finnst þetta líka eins og ChatGPT sé að vera lélegra. Já. ChatGPT er að vera lélegra einhvern veginn, það er bara að tala verri íslensku og það er bara að fara að vera bara pirrandi við mig sko. Ég var að skrifa einhverja grein daginn, það tók mér svo langa tíma sko. Veist, þegar þetta kom fyrst þá var maður bara, þetta er svo snillt maður, maður þarf að breyta ekki litlu og eitthvað svona. Veist, núna er bara, fæði bara eitthvað kjafta, ég er bara, þú veist, fann að eigða eiginlega bara meiri tíma í að vinna áttu villis sem ég fæ frá ChatGPT sko. Ég ætla að segja eitthvað að ég vilja fara að borga áskrift sko. Með bara gefa mér eitthvað rusl þangað til. Já, þeir dumman svona niður. Ertu að borga áskrift á þessu? Já. Ég er bara með áskrift af svo mörgu AI-dóti sko. Ég er bara Booty AI, ChatGPT. Þú verður fyrsti gæinn til að fá þér svona AI robot girlfriend. Það er bara leið og ég get bengað hana. Í alvegni, ég skal taka bara svona prototípu 1 sem bara með svo alveg sama sko. Þó hún get ekki blikkað, þá er samt bara, þú veist, þú er framtíða kona mín. Hún er bara stjörn með einhverja greind, skilur við. Just your type. Já, nákvæmlega. En ég las eitthvað svona kjafta á netinu að Jake Paul móti Julio César Chávez hafi selt 38 pay-per-views. Já, ég sá þetta líka. Var þetta rétt, eða? Það getur ekki verið. Það getur ekki verið. En samt, þú veist, þú veist, þetta var á sama tíma og eitthvað UFC-kart, það ekki? Þú veist, Já. Ég veit ekki hver var að horfa á þetta, sko. Ekki hugmynd, sko, en Google segir 38 pay-per-view buys. Ég bara... Shit. Ef þú kjaftaði, þetta er Google svarið, skilur við. Ég veit það ekki. En, þú veist, var hann ekki bara búinn á því greið ef hann hefði bara selt 38? Jó, ég meina, svo er hinn í barðaðan hans bara Netflix að slá öll með, sko. Já. Minnst að þetta er eitthvað óskrítið, sko. Já, þetta er það. Ég fagna því að þessi koma á Netflix, maður. Já, ég finnst það svona umulegt. Já, þú veist, ég var líka bara til að fá UFC á Netflix og það er bara fleira fólk fara að horfa á UFC. Veist, það er allir með Netflix og mér finnst það að UFC ætti klálega að gera samningu Netflix. 100%. Ég held að sé einhverja viðræður í gangi, sko. Það er einhverja orðan það, sko. Já, búið að vera lengi, sko. Þessin er búið að vera svo mikið að tala sko, þessa sjónvarpsstíla og hvort að Dana White og Hvíta húsið sér í einhver svona í svona samvinnu, skilur að bara, þú ert að fara að semja með Netflix að ESPN og eitthvað svona, já, svo erum við með eitt event bara á lóð Hvíta húsins. Getur þú nokkuð séð að streyma því? Eitthvað, skilur við, fólk er bara, já, ég vil þennan event og þetta er bara fullt af fólki að fara að horfa á þetta og svona, geðu þetta að fara að semja með Netflix. Og bara, já, erum við meitt við Hvíta húsið? Bara geggjað, skilur við. John Jones þetta er að vera þarna. Þú veist, þetta dæmi. Já, nákvæmlega. Það sem menn heldur samt að upprunalega John Jones átti að vera að gera, skilur við, svona uppa TV-samningara. En þetta Hvíta hús dæmi gerir það svo sem bara líka. Já. Það var mjög kúl. Herru, Max Holloway á móti Poirier 3. Já. Hver er svona fyrsta spá? Bara hvorur má tapa. Já, hvorur má tapa? Nei, bara, þú veist, það er einhvern veginn, það er engin góð útkoma, þú veist, ég elska báða þess að gauðra svo mikið og þú veist, eitt verður að tapa. Já, saman. Og mér finnst hvorum við með að tapa, sko. Ég skal segja góð útkomu. Já. Dustin Poirier vinnur. Já, ég held að Max Holloway vinni, sko, en já, ég held svona, þú veist, Poirier er svona,
það má segja hann alltaf hætta Já. það ekkert það oft sem að menn eitthvað svona segjast alltaf hætta að taka loka bardagan og einhvern veginn vinnan og ride off into the sunset þú veist, það bara sjálfgeft í bardagi sko. Þannig að hann klálega að fara að gera það þú heldur hann sé fara að vinna ég held að Dustin Poirier sé klálega að fara að vinna setja hnakka á hestin sinn og ríða út í sólsetrið allan daginn það planið, en ég held að Holloway vinna hann sko. Já, og ég bara hlakka til að sjá Holloway hvað? Hlakkaði til? Já, þú veist, ég hlakka til að sjá Holloway þú veist, núna í lightweight fattaru og þú veist, síðasti lightweight bardagi í honum var náttúrulega bara knockoutið og Gaethje, þannig að Já. Þú veist, Holloway í lightweight það eitthvað spesial Já, ég sammála og ég hlakka, þú veist, Holloway núna gera rönn að lightweight titlinum Poirier bara allar að taka eitt loka og fara heim mér finnst það ekki, veist, mér finnst veist, Holloway, hann er með einhvern veginn meira skin in the game, fattur Já. Þannig að ég hef tilfinningu fyrir því að Holloway mun taka þetta sko. Finnst það ekki trillt samt sko báðir þessi gæjar er að taka sko seinni trilogíunni sína Max Holloway tók náttúrulega trilogíu á móti Volkanovski tapaði öllum þremur Dustin Poirier tók trilogíu á móti Conor McGregor vann hana er 2-0 yfir gegn Max Holloway ef Dustin Poirier vinnur hann bara það þá er hann bara að vinna 2 trilogíur og Max Holloway er það bara að tapa öllum bördugunum sínum í 2 heilum trilogíum sem væri ógeðslega ósanngjarnt rekord fyrir gæja eins og Max Holloway bara 6 bardagar í 2 trilogíum og tapar öllum það væri bara skriðið en á saman tíma, þú veist Dustin Poirier er búinn að vinna Max Holloway áður Já Dustin Poirier var það ekki bara debutið hjá Holloway? Já, það var eitthvað mjög snemma Já, það var debutið hans á Dustin Poirier Já, það var allan að mjög snemma og og 2019 svo líka Sub 2012 og Decision 2019 Já, eftir einmitt, þú veist, svo var það þú veist, hann gaf honum tapið hans í fyrsta barndanum sínum, svo, þú veist vann hann einhverja að tapa einhverjum fór svo bilað rönn og Dustin Poirier svo drap rönnið hans Já, ég held að Dustin Poirier róti Max Holloway og þetta verður svona the perfect svona fullkomin trilogy submission, decision og knockout einmitt, perfect hat-trick perfect hat-trick Heilir það fyrst hér Ég held allan að ef þessi barndagi fer of distance þegar það verða 10 sekundur eftir þá verður bent á miðina og báði menni eftir að sveifla sko hvað er eftir að sveifla sko það er hvorurlega þetta er náttúrulega upp á BMF-beltið þannig að þú veist, þú getur ekki verið að berjast upp á BMF-beltið og eitthvað bendur á miðina og þú bara nei, þú er ekki þú verður bara fucking go for it sko það er náttúrulega eitthvað að rótast sko Já, ég held það ef það gerist ekki þú veist í 4 lótum og 4 mínútum og 50 sekundum á 50 lótunni þá mun að gerast þarna síðustu 10 sekundum það var kjálega ég hef gett að ráða við mig þegar þetta gerist haldið við lenda bara báður á síðustu sekundinu bara þetta báðinu double KO shit dómarinn verður bara svo sem undanstandið vinnu bardagan bara WWE shit er þetta sé hvað ég til í það herru þetta er síðast bardagan hans Dustin Poirier belt or no belt, this is a great fight segir hann búin að vinna hann 2 þannig það er eiginlega komin tími á róttöki sem gæti gæst að því núna er komið þetta fucking UFC 300 hittum í miðinni dæmi þannig að pott þetta fara að gerast Holloway svo sem er búin að segja hans ætla rótan bara að þetta verður bara svona þú veist við gerum bara nýtt UFC 300 og þetta er dót sko þannig að en kannski ekki hægt að segja að þetta verður svona mikið fyrsta KO tapið hans Max Holloway þá er hann komið með glass chin, er búið að brjóta haugana er þetta svona, þú veist, brýtur haugana einu sinni en það, þú veist, menn slá fastar í lightweight það er Ilia Topuria kýlir hann það bara fáránlega fast með við featherweight sko er hakan hans nú sterk og þú veist hún
Hún hefur verið að hinga til, sko. Já, en erum búin, hann er búin að vera í þessum leik bara í 12 ára eða eitthvað, sko. Ég veit ekki, ég held hann var ekkert það steinrótaður gegn Topuria. Hann var meira bara, dómarinn var fljótur að stöðu þetta og bjargunum frá og miklum skaða og vera knocked the fuck out, var það ekki? Nú mann ég ekki alveg. Hann var alveg droppað svo lítla en svo var dómarinn fljótur að stíga inn í, sko. Þannig að ég veit ekki, það verður bara komið ljós, sko. Allan að hefur, þú veist, Hakan hans Holloway haldið alveg hingað til, sko. En en já, ég veit ekki. Það verður bara komið ljós. Já. Ég held að sé orðin a genie motherfucker. Ég sé það fyrir mig. Hvað finnst þér annars bara svona kardið eins og að leggu sig? Þetta svolítið þunn. Þetta mjög þunnt kart, sko. Já, ég var ekki viss hvort ég vildi fara þangað, sko. Já, það verður að fara þangað. Já, ok, sko, já. Ég skal leyfa þér að segja hvað þið finnst og ég skal Þetta númeraður event. Þetta er 318. Það er bara einn titilbardagi og það er ekki einu sinni alvöru titilbardagi. Þú veist, þetta er einn titill og það er eitthvað gimmick titill. Já, þetta er BMF-belti. Já, þú veist, það er fullt af gaurum fyrir ofan í lightweight til að, þú veist, það er nóg að frétta það, sko. Já. Þannig að þetta er, já, svo er bara, þú veist, co-main, Paulo Costa mútið Roman Kopylov. Já. Þegar þetta ætti bara að vera einhver title fight, þarna, í co-main plássinu á pay-per-view eventi. 100%. Og svo bara eitthvað, þar á eftir Kevin Holland á móti Daniel Rodríguez. Að Daniel Rodríguez sé á miðju mainkartinu. Það meikar ekkert sens, sko. Nei. Og svo kemur Patricio Pitbull sem fucking skeita á sig í debut sínu. Já. Þú veist. Og Dan Ige. Já. Og ég held Dan Ige sé að fara að buffa hann, sko. Já, mögulega, sko. Og svo eru samt alveg, þú veist, það eru mjög fínir bardagar þarna neðar á kartinu. En þú veist, það vantar svona stóra barda á þetta. Já, en sko, takk til því, sko. Ég skil ekki alveg af hverju. En mér skrítið að Marvin Vittori og Brendan Allen séu bara neðarlega á prílinskartinu en Michael Johnson náði sér slott á minnkartinu. Af hverju er Michael Johnson á móti Selhuber, þetta geggjaði bara það. Af hverju hvað er Michael Johnson að gera á okkur minnkarti á UFC pay-per-view? Ég er miklu spenntari fyrir Michael Johnson heldur en Marvin Vittori, sko, en ég skil samt, þú veist, þetta er ekki það stór bardagi, en við erum kannski meira svona peppa Brendan Allen hérna sem að er kannski meira svona að fara að gera eitthvað í lífinu en bara af hverju er Michael Johnson á þessu main eventi þessu mainkarti sig ég veit ekki, hann er svona skemmtlegur hann er mjög skemmtlegur, hann er legend og er að fara á móti Selhuber sem að þú veist, búin að vera í fullt af skemmtlegum bördum mér finnst það bara að vera testament hvað þetta er ógeðislega þunnt kart að Michael Johnson sé á main hlutunum. Já, það er alveg rétt við það, sko. Þú veist. En ég held samt að þetta verði svona geggjaði bardagi, sko. Já. Og örgulega skemmtilega heldur en Marvin Vittori myndi brenda Allen. Í svona diskutningunum bara hversu þunnt þetta er. Þetta er vola þunnt, sko. Bara, þetta er Michael Johnson er main card þunnt. Já, einmitt, nákvæmlega. Það er bara, that's how thin it is. En þú veist, Daniel Selhuber, þetta verður geggjaði bardagi. Ég held að Selhuber sé að fara að pakka honum og Francisco Prato verður líka neðarlega á prílinskartinu höga. Já, það er eitt og annað hana. Já, og þessi Prato verður Tinnikov, þetta er skemmtilegu bardagi. Kyle Phillips og Vinicius Oliveira, þetta er skemmtilegu bardagi, sko. Þú veist, það er alveg eitt og annað hana, sko. Jimmy Crute, þú veist, hann er þarna frekar neðarlega á kartinu, sko. Þú veist, hann er alveg, þú veist, flottu gæi. Svo náttúrulega Bruno Ferreira, hann er að fara að mæta sem hann McAway sem átti að vera daginn bardaginn að starta út hann átti að mæta Cedric Dumas fekk ekki ankle bracelet þannig að þessi gæi, þetta er einhvern sko undefeated gæi sem hefur klárað alla bardaginn sem fyrstu lótu en samt svona, þú veist, on the regional scene sko, ég gerir ráð fyrir hann sé svolítið undokið sem bardag sko, því Bruno Ferreira er náttúrulega bara skepna og síndi hvað hann er með gott jiu-jitsu líka í síðasta bardaga sko. Já, svona það vantar hérna okkar eina svona, Gunnar Nelson. Gunny, já, sleitt, eitthvað hamstring. Já, eitthvað aftan á. Hann var alveg, hann sagði nú á Instagram að leta hún að þetta væri ekkert stórmál sko, en það var nú alveg greinlega samt. Já, sko, hann tóknar aftan í læri og það er sen sem að rifnar. Þannig að þetta er, veist, hann þurfti ekki aðgerð, en hann, þú veist, bara þú veist eins og menn þekkja sem hafa tóknað aftan í læri, þetta er ógeðslega böggandi meðsli
og þú veist, ef þú hvílir ekki þá mun þetta alltaf bara koma aftur og aftur en þetta samt bara svona meðsli sem þú þarf bara aðeins að hvíla nokkra vikur og þú veist, örugglega ekkert eitthvað sem að fara að há honum í framtíðinni sko. Nei, þannig að þú veist, eins lengi hann tekur bara þú veist, hvíldina sem hann þarf sko. Já, þannig að þú ert chillaður yfir þessu Já, þú veist smá leiðilt, við vorum alltaf eitthvað að skoða mögulegan að fara út til New Orleans sko, þetta karti sem við missum af það er pínulegast og við fáum eitthvað gott stæðin bara næsta vikunni best já, ekkert stress Herri, já, en vissulega, þundkart en við fáum Paulo Costa á móti Roman Kopylov Já Þú varst búin að segja að Max Holloway vinnur meinuvendið eða ekki? Já, jú Ok, ég er feitt á Dustin Poirier Feitt á Dustin Poirier Herri, Paulo Costa, Roman Kopylov Hvað líst þér á þetta? Bara vel, sko ég held að vera bara jafn og skemmtilegur bardagi, sko Ég ekki svona gerir á fyrir því Ég veit ekki, þú veist, Paulo Costa ég veit einhvern veginn ég veit ekki, maður fannst hann svo mikið efni á sínum tíma, sko núna er hann bara búin að tapa 4 af síðustu 5 þú veist, alveg náttúrulega að berjast á toppnum í erfiðri deild, sko en svona, þú veist, hann kannski bara búin að sýna okkur á besta eða á hann eitthvað inni af því ég held að Roman Kopylov þegar nóg inni, sko þannig að, ég veit ekki ég halli alltaf Kopylov, sko en, ég veit ekki, mér finnst Paulo Costa ofta að gefa okkur góða bardaga, sko þannig að þetta verður örugglega mikið skemmtun, sko ég held bara eftir að standa og benga, sko ég held að verði alveg fjör Já, ég bara skil ekki alveg ok, þú veist Paulo Costa er bara að tapa 4 af síðustu 5 4 af síðustu 5, þú veist, ég verði alltaf peppar til síðan hann, sko en svo maður bara, herru, þú hefur ekki unni barda síðan 2002 þegar þú landir, sko semi-retired Luke Rockhold bara hvað er það? Þú veist, síðustu 2 sigrar hjá Paulo Costa hafa verið Luke Rockhold og Joel Romero þú veist, og Joel Romero var þá svona 100 ára en samt alveg góði sigrar, sko góð nöfn á rekordið, sko já, og þú veist, þessi gæi var alveg get promising, sko já. Svo náttúrulega bara, þú veist, eins og hans sculpted by God, sko Já, algjörlega, þú veist, ef þetta væri bodybuilding keppni eða ef þetta væri eitthvað svona finnst heiðaringi þú vera sexy keppni þá er bara Paulo Costa að rústa þessu en þú veist ég man líka bara Sjón Strickland bara daginn, það var eitthvað skrítið með minnu bara Sjón Strickland það var bara að vera að rústa þessu, sko Já, þá þegar Sjón Strickland var alltaf inn og fann að típa gett mikið Já svona, maður sá svona eitthvað nýtt í geiminu hjá Sjón Strickland þá mér varst það skemmtilegu bardaði upp á það, sko og þú veist bara Paulo Costa átti geggjaðan bardaða var ekki með droppur út Whittaker Jú, já, tapað því ákvörðun það var fucking banger, sko Paulo Costa tapaði fyrir, sko, Marvin Vittori Já, það er ekki gott Það er ekki gott, Nei. það eldist ekki vel Nei. Þannig að, svo veist, en það er líka spurning hvort það hafi verið hvort að hausinn þess að bara farið, skilur að hann sigur hérna Joel Romero 2019 á svo titilbardaði á móti Issy fengur illa að sofa og hellir í sig heill rauðvínsflösku fyrir fætt mannst þetta eru? Nei, ég kom að glemja þessu Allan bara fyrir að stúta bara einhver rauðvíni fyrir titilbardaðin sinni gegn Issy kvöldið áður eins og menn gera og bara, þú veist, left to ground and pound önnur lóta og svo bara hefur einhvern veginn ekkert merkilegt gerst Nei. hjá Paulo Costa eftir þetta þannig ég er svona hann kannski bara svolítið andlega Já, ég get alveg trúið því, sko og meðan að, þú veist Kopylov er búin að vera að gera það mjög gott, sko hann reynda mistekst því þarna mútið Anthony Hernandez en Anthony Hernandez er náttúrulega bara top level gæi þú veist, ég held að Anthony Hernandez myndi vinna Paulo Costa líka, sko þeir hafa ekkert mest Nei, Anthony Fluffy Hernandez ég held ekki Nei. en já, þú veist Kopylov er bara búin að sína flott takta bara mjög skemmtlegur striker og ég hef ekkert mikið sé frá hann í glímunni eða spurning hvort það sé einhver tækifæri fyrir Paulo Costa að taka barnaðan í gólfi en ég held bara að hann sé ekki típan í það, sko Nei, ég held að ef ég maður rétt að Kopylov bara ákveðlega fær Já. Ég held að svona báðir sko ekkert eitthvað rosa mikið típunar í það Nei. en mér veist svona strækinglega séð þá held ég að Kopylov sé bara hættulegri og ég held að bara betra þól það er hægt að láta Paulo Costa gasa út og hann verður ljótur fætir mögulega er samt, þú veist Paulo Costa, hann er alveg með hund í sér maður sá það alveg eins og í barnaðan móti Whittaker þú veist,
bara það sem hann tapaði samt, en þú veist, maður sá alveg hann með hund í sér. Ég að meta, hann kannski með meiri hund í sér heldur en Kopylov og gæti svolítið svona kannski bara svona throw caution to the wind og gert það svolítið dirty og bara þú veist, það kannski leiðin að sér. Ég held að leiðin að sér sé báttið að gera það dirty, sko. Já. Ég held að ekki standi kicking range með Kopylov. Nei, ég held að hann hafi ekkert út því að vera eitthvað í einhverju tæknilu gegn Kopylov en ég held að Kopylov sé bara betur strækjar og ef þetta fer í einhverja glímuburði þá sé hann betur í glíminu líka. Ég held í alveg að Paulo Costa sé bara búin að miðstíga sig það oft og hann sé bara bestur í að vera myndarlegur. Ég held að það sé bara máli. En kannski ég ógeðslega, þú veist, orðaður við hann, skilur við. Nei, það ég hallast mjög mikið að Kopylov sem bara dag, sko. En ég myndi samt alltaf afskrifa Costa, sko. Nei, svo sem ekki, maður gerir hann ekki, sko, en maður samt eitthvað svona. Ég geti vel trúað, sko, þú veist, eins lengi á Roman Kopylov sé svona 1,5 þá fer hann á parlay, sko. Já. Að Kopylov sé 1,5? Já, ef maður verður svona 1,5, ef að kíkja inn á Coolbet. Já. Það hefði mátt að gera það fyrir lengur. Já. Við verðum alveg komnir þangað held ég, sko. Maður sjá. Ok, sko, Dustin Poirier 2.10 á móti Max Holloway sem 1.70. Já. Ok, Roman Kopylov 1.42 á móti Paulo Costa sem 2.9. Já. Þetta svona, 1.42, já, hann fer á parlay. Ég held ekki að þetta gera skemmtilegt parlay Roman Kopylov, Francisco Prado og Kevin Holland. Nei, það er svo lítil stöð Kevin Holland. Já. Dan Ige. Þetta er solid parlay Ok. Þá erum við Roman Kopylov, Francisco Prado og Dan Ige 3,5. Ég held að þetta lendi. Já. Ég er ánægð með Prado. Prado, Roman Kopylov og Ige. Já. Ég ætla að skoða Prado svolítið. Já. En ég geti sagt þér Daniel Selhuber vinnur Michael Johnson. Já. Kevin Holland vinnur Daniel Rodriguez. Bókamál. Og Brendan Allen vinnur Marvin Vittori og Bruno Ferreira vinnur Jackson McCavey. Já, ég er mjög sammála þessu. Það er bara svo lágur stuðlar eins og Bruno Ferreira 1,15. Já, það er svolítið leiðilegt, sko. En það er svona smala margir öllum saman, sko. Það verður average kannski 2 eða eitthvað. Þú veist, það er svo hættulegt samt, sko. Þú veist, það er svo mikið rúm fyrir error þegar þú komið með 4 og 5 dagar, sko. Þú veist, það er alltaf einhver eitt sem er að fara að stríða þér. Eitt sem að fara að klúra þessu fyrir manni. Það er oftast þannig, sko. Það er best að halda þessu í 3, sko. Já. Og ég er svona vonast til, ef ég geri 3-leg parlay, þá svona vonast þið til að stöðullin ná upp í 5. En, veist, eins og þetta parlay, fer upp í 3,5, það er fínt maður, henda 15 skall á þetta. Já, það er mjög heiðilegt, sko. Herri, já, en þannig að Roman Kopylov vinnur Paulo Costa. Sko, hversu mikill meistari er Kevin Holland? Og hversu þunnt er þetta kart? Þegar þetta er svona, hey Kevin Holland, getur þú please bjarga þessu karti? Bara, þú veist, Kevin Holland er alltaf að berjast. Hann bara, þú veist, þetta verður 3. bardaginn hans á árinu. Já, og það er hálfnað. Já, það er júli. Bara... Og hann á eftir að, ég er að segja þér, Kevin Holland á annarkvort eftir að rota eða söppa Daniel Rodriguez í fyrstu eða annar lótu, ekki taka mikið damage, hann verður mættur aftur eftir svona mánuð. Já. Ég held það, eða þú veist 2, kannski. Já, potið. Hann er örugglega eftir að taka 5 bardaga á þessu ári. Já, og þetta er ekki auðvelda bardagar. Þú er Renny Dritter, Gunnar Nelson og Vincent Luque, mætir núna Daniel Rodriguez. Ég meti ekki Daniel Rodriguez mikið, þannig mér finnst það bara að vera auðveldast bardagarnas. Þetta er auðveldast bardagarnas í langan tíma, sko. Á árinu, sko. Já. En þetta er bara eitthvað svona, sko, ég held að Kevin Holland rótan með að við kraftin sem hann sýndi gegn Gunnar og á móti Vincent Luque. Já. Bara, hann er allt annar maður í dag. Bara, og ógeðslega hættulegur í gólfinu. Bara, hann er svo ógeðslega góður. Kevin Holland, champion 2006. Í alvöru? Já. Nei. Jú. Nei. Maður. Já, heldur hann vinni Íslam í titulbardaga? Já. Eða? Nei. Sko, jú, Íslam hefur aldrei mætt svona löngum space jammara eins og Kevin Holland. Þannig að, jú, ég held það. Klár
bara klár sigur á Kevin Holland ég bara fallit á hann að berga þessu kvöldi 100% maður, líka bara D-Rod búin að vera eitthvað köttar og koma aftur og þú veist bara hann með 2, hann á tekja bara sigur göngu já, hann líka var einhver pulsa sen sko já, var það? Já, minni það var Ponzinibbio, bara Max pulsa sko. Alex Morone og þar á undan Blake Decision og svo Santiago Ponzinibbio það er Max pulsa já, darstjókara Neil Magny what an idiot ég Dan Ige á móti Patricio Pitbull ég veit ekki hvað ég á að hugsa Pitbull nei, hann getur ekki neitt maður ég á hann bara mjög lekklöster já, hann ákvað bara að standi kicking range á móti fucking Jair Rodríguez í 3 lótur bara, þú veist, þetta gat ekki verið gameplanin sem að þjálfarnir hans kom með sko hann bara eins og það er bara eins og, hann bara fraus og bara, damn it maður ég var með hann á fucking parlay þetta var kvöldið þegar ég var búin að lenda sko 8 fyrstu ég var með alla á parlay, ég hef unnið bara eitthvað 10 miljónir eða eitthvað og hann var fyrsti, ég var klúraði síðustu 3 sko, ég var með fyrstu 8 rétta og svo síðustu 3 rangir sko en hann mitt sprengdi parlayið mitt hann á 9. fæti og svo fucking brjálaður sko motherfucker en já, ég vil ekki sjá hann eitthvað í UFC ég held að Danny ekki eftir að pakka hann saman og svo retæra hann já ég held að hann ekkert að gera hana allan að þú veist, ef sami gæi og mætti ég Rodríguez að hann mæta hana þú veist, Danny ekki á bara eftir að kýla hann og þú veist já, þú veist, hann á ekkert eftir að vera minni svör sko já ég er spenntur að sjá hvað gæti mögulega komið út úr þessum barða sko maður er bara eitthvað svona Dan Ige kýlir fokkin fast ógeðslega fast bara, þú veist, ég man ekki hver það var en það var einhver sem sagði Dan Ige kýlir fastar heldur en Ilia Topuria hvort það var Josh Emmett mögulega nei, ég man ekki hver það var einhver sem mætti þeim báðum sem að sagði það já, Dan Ige tók hann það barða það var Bryce Mitchell sem sagði það já, eða ekki Bryce Mitchell Bryce Mitchell var náttúrulega söpbar á Ilia Topuria hann fekk ekki að finna fyrir þeim krafti sko hvern mætti var það mótið Diego Lopez þar sem að Dan Ige mætti bara hoppað inn já, bara 3 hour notice og bara gaf hann bara hell of a run bara vann fyrstu lótuna og getur stríkt öllum sko og þú veist, ég elska því sé bara að Dan Ige underdog bara alltaf já geðveitt til í það hann er 1,5 núna mér finnst hann ætti að vera einn af þessum 1,2 gaurum sko nei, hann mátti Pitbull já, Pitbull getur ekki shit jú, ég held að hann hafi bara verið þetta var bara óstórt moment já, sumir krömbla bara já, það er rétt það er bara málið, ég er líka bara komin á pay-per-view í það já, miklu stærri en Bellator já, og þetta er mitt sjokk fyrir gæja sko, sem kom á Bellator og BFL og svona sjá hvað UFC er miklu stærra og þú heldur þú sér búin að gera þetta allt saman en þú ert ekki búin að þessu af því að þú veist, UFC er bara öðruvísi og bara, menn bara krömblaði undan mómentinu það getur þetta líka alveg verið sko þannig að ég myndi persónulega ekki setja þenni í gei á neitt seðil af því að þessi X-faktor er svo stór sko þannig að myndi persónulega ekki gera ég myndi mögulega tippa single á nei, á Pitbull aha já, varst ekki að segja að hann var svo mikill underdog ekkert eitthvað þrakalega mikill maður hann er 2,6 já, það er svona ég er að segja hann aldrei að fara að vinna Dan Ige sko, ekki séns Dan Ige fyrir á mitt parli 100% já, herru já, í þessum töluðu orðum var að negla að Ía myndi vinna KR fyrir 5 í stuðul já, setti 100 € á það ok bara 400 € í hvernig er þessi leikur? hann var bara klára svona já, varst að vinna það? já, vel gert það fæði að kveiki á podcastætinum og vinna 400 € bara meðan það spjalla djúlega þetta gaman maður herra, já, virkilega gaman ég myndi ekki setja Dan Ige á parlay, persónulega en ég ætla að fara á svona mótiströmmnum og segja að það hefur verið first time jitters hjá Pitbull og hann vinni þennan leik vinni þennan bara okay. ég er saman með underdog á þessu karti sko. það er Lukas Breski Gaur. Hann er að fara að mæta Ryan Spann sem að nennir ekki að æfa og mætir alltaf bara fucking latur og getur ekki shit sko. Er hann búin að segja það, hann nenni ekki að æfa? Maður hefur heitt að hann sé eitthvað svona, þú veist half-ass eða það? Já, hann sé svolítið bara half-ass að karrieri sitt sko.
og þú veist, það einhvern veginn stundum sé maður hann og hann geggjaður og svo mætir hann og hann bara getur ekki fucking shit sko. Þannig að þetta svona gæi sem að svo veist, hann ekki nógu consistent sko. Og hann mitt þú veist, fór upp í heavyweight og þá sá maður bara hann feitur, þú veist, hann fór bara upp í heavyweight af því hann nefndi ekki að dæta fattari. Þannig að þú veist, já, ég hef enga trú honum og Lukas Breski bara, þú veist, hann til dæmis vann Walter Walker sem bara hílhúka alla aðra sem svona gimmick fighter það gimmicki virkar ekki að þá taparu kannski en já ég held að Lukas Breski takk þetta já ég bara hef svo slemma tilfinningum sem gæði sko. Ég seti eitt single á Lukas Breski þá mæti pottit vintage Ryan fucking pakkarið sko það eru fucking geðveitt vel gert herri, við hefum einn barða eftir á mingartunni sem Michael Johnson móti Daniel Selhuber ég bara veit ekki af hversu barða ég þarna Michael Johnson skemmtlur hann legend Manstu þegar Khabib buffaði hann? Já, var það þegar Khabib gett mikið að tala við hann eitthvað? Já, bara you need to give up ekki you need to give up just quit en það var fucking grillað en hvað er hann gamall? Hann 39 ára já, bara solid bara geggjað hann á kannski nokkur ára eftir þú veist, ef hann langar til hann ætla að fara að mæta gauð sem 26 ára ógeðslega spennandi fighter hefur náttúrulega ekki bara síðan hann fór í barda ársins í fyrra þetta Esteban Ribovic en þetta mjög skemmtilega gæði, ég mjög spennt fyrir hann þannig að ég trúi ekki að hann vinna hennar barda sko. En Johnson segur og þú veist, hann alveg með nokkuð power þannig að Selhuber þarf að passa sig Selhuber þarf bara að halda honum í hæfilegri fjarlægð halda honum í þessu kicking range hann með svakalega drýts þú veist, ekki leyfa Michael Johnson að gera þetta dirty bara vera hreyfanlegur og spila ytri hringinn og þú veist, þá ætti Selhuber að taka þetta sko því Selhuber mjög sjarp strækur sko já, hann þannig bara sko já, hann finnur ekki að berjast það lengi líka sko ekki eftir að þessi tóku svo mikið punishment þarna já, frá Ribovics já það var alveg galið sko svo fór Ribovics bara að æfa með Salinas og já, þeir voru mikið að spara í Kilgif ok, I like it vel gert ups, smá glundróð hérna í stúdíónu viltu snerta okkur meira á þessu karti eða? Varstu með? Nei, við erum svo sem búin að fara nokkuð ágætlega gegn það sko. Já, þetta er þunnt já. En þetta er svona alveg skemmtilegt þetta fínt svona betting wise já. En þetta líka bara eitt event af 3 þetta kvöld þannig að þú veist það nóg annað í gangi kannski Dana White verið bara herru, það heavyweight championship of the world í boxinu það best að hafa þetta bara svona rólegt það ekki? Jú, getur verið maður áður en við skiptum alveg aðeins yfir að segja parleiði minn fyrir þetta kvöld já, ok, Roman Kopylov Bruno Ferreira Brendan Allen, Kevin Holland Daniel Selhuber, Dustin Poirier það alltaf mikið nei, við 7,5 í stuður það er alltaf margir liðið sko en svona Bruno Ferreira 1,15 hann getur alveg eins lefti nei það munar svo litlu við erum ekki gefins og fara alveg heilan stuðul með að þið eru búin að ræða svo mörgum saman þá verður 1,15 verður raunni 2 já, en sko ég væri til að setja single á Jackson McAfee á móti Bruno Ferreira þetta eitthvað gaur sem nú klára alla ég meina, Region Scene en þú veist, maður veit ekki það taka short notice bardaða já, nei þú veist samt, þú veist, hann var með fullt kamp fyrir hinbardaðan reyndar, þú veist, kannski eitthvað svona, þú veist eitthvað með viktina geti verið vesen, þú veist, að þurfa að byrja þú veist, hann náttúrulega verið að waterlóta og eitthvað svona dót og þú veist þarf að fara í gegnum allt weightcutið aftur en samt náttúrulega bara búin að vera undirbúið sig fyrir barda og mögulega bara, þú veist, aðeins meiri tími, kannski þetta bara fínt 5,75 á McAfee já, þetta er sexy fyrir eitt single þarna, sko já, kannski fyrir single herru, það er gefið að þátturinn í búði mínigassins heimavelli bardaíþrótta, það sem við förum oft og höldum ívenda það er næsta laugardag þá er boxkvöld Usyk á móti Dubois
2 það verður bara sýnt í þráðbeinni í mínigarnum, Alexander Usyk með Daniel Dubois, Lawrence Okolie á móti Kevin Lerena í co-main og 3 titilbarðar á þessu kvöldi Daniel Lappin á móti Lewis Edmondson þannig að þetta er bara djöfus pakki, djöfus stemning Já, algjörlega maður hvernig þetta byrjar maður ekki búið við þetta byrja 6-7 Þetta byrja bara snemma sko Þetta er náttúrulega bara hérna í London Já Við munum auglýsa bara tíman inn á Instagraminu og svona, þetta fer ekkert fram í fólki og einu sálsug en sko ég sá Daniel Dubois berjast síðast bara þegar hann rótaði hérna ekki Anthony Smith Anthony Joshua það var mikið sjokker sko maður var bara ok, fuck og svo var maður bara ok, hvað gaur er þetta en svo saman tíma, eins og Colli sagði Alexander Usyk gerir ekki mistök Nei. hann er bara svo fullkominn boxari og hann var bara klálega númer og stór síðast sko en það er náttúrulega liðin hérna 2 ár síðan sko þannig að það er spurning þú veist, Dubois er náttúrulega bara búin að vera á siglingu síðan þá en já, þetta er svo rétt sem þú segir sko, Usyk gerir ekki mistök já, þetta verður erfitt fyrir Dubois en þú veist, ég held að hann sé ekkert eitthvað ég myndi ekkert eitthvað count hann out sko þannig ég held að hann geti alveg gefa hann góðan fæt sko en maður sá alveg svona í fyrir bardaganum því lengra sem leið á bardagan þá fór maður að sjá mun á þeim og þú veist, ég man ekki hversu oft hann sló hann niður, þú veist, sló hann 3-4 sinni niður á hann og dómarinn kallaði þetta Já, það er svona verður alltaf spennandi að sjá það sko svona nákvæmlega hvað gerir það, þú veist Usyk er bara svo mikil stjarna eitthvað svona, ég er svo veltið hvort hann sé ekki en þá bara, en ekki bara að æfa og reyna að vera betri Jú, ég held það er ekki bara, hann er svo mikil fagmaður eitthvað hérna, sko, Usyk er 1,3 Dubois 3,5 Já, ég myndi segja að það var sanngjarnt sko. Já, ég hugsa ég hendi smá pening á Usyk sko Ég hugsa að mér myndi líða betur með að tippa á Usyk heldur en Bruno Ferreira fyrir 1.15 versus Usyk 1.3 Hvernig væri bara að þú veist að blanda þess aðeins saman setja Usyk og einhverja UFC-fætar á parlay þú veist, ég bæti hérna Usyk við parlayið mitt þá er ég komin upp í 4,5 það er flott maður, Usyk, Danige, Prato og Kovalov Herru, höfnum þetta ok, maður á alltaf að tippa þegar þeir eru búin að vegja inn þegar maður komið síðustu upplýsingar þar í hennar þá byrjar maður að tippa það er líka svo gaman, þú veist, þegar þú horfður á þetta live þú veist, og vera bara svolítið með cool bet opið í símanum og þú veist, gera þetta bara svona, þú veist maður er mjög gaman herru, hérna en þetta er þannig skemmtilegt og svo er líka kóngurinn sjálfur, Manny Pacquiao hann kemur tilbaka næstu helgi Emmett, fucking hundgamall já, byrju, hvað er hann gaman? Hann lítur orðinn 50 eitthvað hann er 46 sko en hann er samt ekki búin að berjast núna já ok, hann tók bara júli í fyrra en fyrir það hafði hann ekki barið síðan 2022 já, þetta er eitthvað svona exhibition boxing já, þetta er eitthvað super rising hann að senast sko já, en 2001 eitthvað custom rules, ég veit ekki alveg þetta hefur verið eitthvað góð að gera dót já, mitt en það er svona síðast alvöru barðan þess að 2021 já það sem er ekki eitthvað exhibition eða eitthvað svona bull nei, og það er bara hérna það var alveg einhver titilbardaði sko já, mitt nákvæmlega já, það var bara WBA World Title það er klikað, þetta er hvað, bara í Bandaríkjunum já, þetta er bara í Las Vegas sko já ég er peppar, ég ætla að horfa á þetta ég er mjög peppar að sjá Manny Pacquiao koma tilbaka já. Ég held svo mikið með Manny Pacquiao þegar hann mætti Floyd Mayweather á sínum tíma ég var svo mikið Manny Pacquiao með einu lífinu sko en það hafði ekkert uppur Manny Pacquiao náttúrulega var eitthvað hann mætti eitthvað upp í HFH einhvern aha já, það er mynd á honum hann hangi mynd á honum upp í HFH voru þau ekki úti Colli og fengum mynda á hann úti var það? Ég held að það hefði verið hann hefði komið heimsókn þú veist, kannski var Manny Pacquiao niður í HFA og ég bara man ekki eftir því mér líður svona eins og ég ætti að vera búin mér fannst þess að þetta væri bara mynd sem hefði verið tekin í gymminu já ok, nei, kannski ég er ruggla en það var alltaf mynd sem hefði tekin í gymmi já
Já, var þetta bara eitthvað Kolli og Arnór á myndinni eitthvað, ég maður ekki? Nei, þetta var eitthvað stelpa, ég veit ekki alveg hvað dama það var sko. Já, ok. En ég held að þau hafa farið í wildcard gymmið Já. og hitt þau. Nú, ok. Þá er ég að miskilja. Já, þetta er eitthvað miskilja. Hrikalega. Já, þetta er eitthvað miskilja. Skemmtilegt. Hérna, þurfum að fjölegra eitthvað meira já. Lífið og tilveruna? Já, næstu komandi helgi. Herru, Þetta er bara UFC, box, mínigarfinn og stemning. Já, nákvæmlega. Hvernig fólk að mæta? Þetta verður stemming, prime time, world, heavyweight, title. Já. Þetta er djöfis veisla, ég meina, það er ekkert skemmtilega hægt að gera á laugardaginn. Þannig að fara inn á mínigarinn, fylgjast með þessari veislu. Já. Fá sér bjór, vangi, partíð með strákunum. Svo held ég sé bara fullkomið, því Kolli verður þarna. Á bara mynd og eigin dánundum hjá Kolla. Nákvæmlega, eða með okkur. Eða við. Eða Kolla. Kannski betra að fá Kolla. Já, en við minnum á að þátturinn er sjálfsögðu búið mínigarsins heima allir bardaíþrótta sem að munum sína úsleika mótið til búa helgina. Þetta verður bara borðapandanir inn á mínigarinu skástrík viðburðir, ekki bara fylgst með þeim á 15 lótu Instagraminu eða bara á mmafréttur.is. Svo er það, ef þið langar að byrja að æfa bardaíþrótti, þá er Reykjavík MMA vissilega svarið, ný grunnnámskeið í hverjum mánuði, kíkið inn á rfkmma.is. Svo er það Unbroken Real Time Recovery, frjálsfróðandi aminosýrur unnar norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki að hika við að prófa Unbroken, snilldar vara. Og svo erum við að gera hámarka árangur sinn með Yngling fæðabótavörum. Það er 15% afsláttur með afsláttukóðunum 15 við checkout inn á yngling.is. Mesta leiti bara Silajet og Sterabústerar og sveppablöndur. Þetta er unni bara algjörsnill. Svo er M-Fitness, íþróttafatnaður, lóð og jógavörur og Stórhöfða 15 Tryggvabrautar Akureyri. Það eru sumarútsölur í gangi, 40% afsláttur af góðum vörum. Svo er það Prepparinn Makrosbar. Auðvitað leiðin til að borða á Holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vestlandsvegi. Það er ítalska skálinn sem að ég mæli með. Mér er bara að hugsa til mín þegar þeir eru búin að byrja að kjamsa á skálunni. Það er algjör veisla. Ef við ekki slá botnin í það byggi og fara út í góða veðrið og njóta mándagsins? Jú, já, þó klukkan sé á 10. Já, það er ennþá sól, maður. Það er Monday, það er sólinn á Monday. En maður þarf nú að vakna snemma á morgun. Já. Þannig að maður verður ekki of lengi. Það er rétt. Það er ekki að mæta í ræktina fyrir Níko og svona. Jú, hvernig gengur með Níko? Það gengur bara drullu vel, sko. Hvað er maður að mæta oss? Ég er bara að missa töluna því, sko. Hvað, þú komið upp í 3 eða? Nei, ég er svona 6-7 eða eitthvað. Já, ok. Ég ætla að taka æfingu í dag svo bara ógótt viður, þannig að ég fór bara út að hlaupa. Elfættur í grasinu og tók bara svo arbeður og mæðingar og svona skuggaboks og tók heldur góða æfingu, sko. En ég skulda Níko. Já, ég skil. Ég kom með, sko, ef Níko svona byrjar að fá niður allt sem þú borðar, svona skrifa matadagbók og svona. Ertu búin að taka niður allt sem þú borðar í viku og skilja til hans? Það er sko, þegar ég fótt í Donni þá dattið út sko. En þá var ég bara í einhverjum hótel, flugvallarsamlókum og einhverjum drasli sko. En ég er að halda matdagbók núna og matræðið mitt er líka bara on point sko. Það er ekkert nema bara kjöt og avokado og egg og skyr með berjum og það er ekki nein ótlist í gangi sko. Ég er líka bara að missa fullt af kílóum. Allt að gera sko. Nice. Ég er svona allir að kvæftast niður sko, ég þarf að bara hamast við það að halda smá vöðumassa sko. Ég langt sem ég hef kíkt á viktina, en ég er búin að finna svona hérna fullkomni máltíð fyrir mig, sem að svona inniheldur bara svona, ég þarf bara svona mílpreppa sko, ég þarf bara svona að borða svona 2 box svona yfir daginn, bara svona box 1, box 2, og þá er ég bara góður af kolvetnum og próteinum og eitthvað, pluss allt annað. Þannig að ég er að preppa fyrir þessu, þetta er gott plan hjá Níko. Já, einmitt. Þannig ég diggi það. Já. Ég ætla að mynda að fara að lyfta á morgun. Því ég skulda. Já, ég líka. Þú fucking skuldar. Tjók. Ég ætla að þakka öllum fyrir að hlusta. Við bara sjáumst eftir vikuliðinni með nýjan þátt og gerum upp UFC 318 veisluna úr mínigarðinum og það sem að fór fram hjá manni Pacquiao. Ég er mjög spenntur að sjá minn mann, pakkar hann. Pac-Man. Pakkar sem barja oss saman. Já, ég er beða fyrir þessu. Við bara sjáumst eftir vikuliðinni og bara endilega fylgjast með okkur á Instagram. Yes sir. Bara takk fyrir okkur.